Og þá yfir í listir og menningu. Við erum svo lukkulega að hafa fengið hérna 2 listamenn í sófann. Svolítið ólík og sitt hvorum staðnum, klárlega. Þetta eru þau Erling Klingenberg og Ragga Rix. Verið velkomin. Takk fyrir. Takk fyrir. Já, þið eru svona sitt hvorum endanum kannski á ykkar spektrumi svona pínu. Erling, þú ert að fara að opna sýningu á morgun, er það ekki? Jú, það passar í listasafninu á Akureyri. Og hvað er viðfangsefnið hjá þér? Sko, það er 2 verk sem ég legg svolítið áherslu á. Það er sem sagt, fyrir nokkrum vikum hafði ég samband við 50 myndlistamenn, eða rúmlega það, en 50 listamenn taka þátt. Okay. Og baði þá sem sagt að klippa af sér eða taka af sér eitt kynhár eða fleiri og setja í umslag og senda mér eða afhenda mér eða ég náði það. Síðan hef ég tekið þessi kynhár og settu rammaðu inn og settu í ákveðið svona listrænt samhengi. Þannig að þetta er í raun og veru svona, ég kalli þetta hárfínar teikningar af myndlistamönnum. Og þannig að það er svona eitt hár í ramma og svona rauður punktur sem er svona rauður punktur þegar þú selur listaverk í galleríum. Og þannig að þetta er einhvers konar svona, má segja, lífssýn í einhvers konar myndlistamönnum sem er einmitt líka, eins og þú varst að segja áðan, á ólíkum stað í sínum ferli sem eru að byrja og aðrir orðnir mjög þekktir og eldri listamenn. Þannig að þetta er svona í meginatriðum. Svo er ég með annað verk sem er sýningarborð sem er eiginlega búið að vera í vinnslu síðan 96 til dagsins í dag eiginlega. Það sem að ég hef nú verið að vinna með myndlistamönnum allan heim, með þeim eða fyrir þá, eða þú veist, hitta á barnum eða kaffihúsi eða eitthvað og hef lagt það í vana minn svona að hnupla einhverjum hlutum frá þeim sem tengjast þeim. Og það getur verið vínglas sem er drukk úr eða einhver penni sem er notað á vinnustofun eða pensill eða til þess að eitt er skiptið þá var listahátíð 2005 fókus á myndlist. Og okkur var búið á Bessastað í svaka partí og það er eina skipti sem var rockhljómsveit að spila á Bessastöðum. Okay. Og svo fór ég út, á þeim tíma reykti ég og fór út og þar hitti ég frægan bandaríska myndlistamann sem heitir Lawrence Wiener og hann var sem sagt á bak við Bessastað að reykja Jónu. Og hann var að segja þetta sjónvarpi. Þetta er ábyggilega fynd. En allavega hann þurfti eitthvað að hlaupa inn til þess að hitta eitthvað, hann var að fara að tala eitthvað og rétti með Jónu og mér langaði ekkert í hana. Þannig að í stað fyrir hendinni þá drap ég í henni og sett hana í svona eldspýtustokk. Þetta er svona allskir svona mismunandi hlutir, þannig að fólk verður bara að koma og sjá. Þetta er stórbrotið. Þannig að þetta er sem sagt safn af kynhárum myndlistamanna, kalla og kvenna og svona hlutir sem að ég hef svona fengið stólið eða hnuplað frá ýmsum listamönnum. Það er svona megin fókusinn. Ragga, er hann búinn að stela einhverja af þér? Nei, ekki ennþá. Ekki ennþá? Ekki ennþá. Kannski þetta glasverkjan eftir. Akkurat þarna. Þú ert rappari? Já. Og þú varst að vinna keppni? Já, ég vann Rínoflæði 2021. Vel gert. Takk fyrir það. Til hamingju. Já. Þú ert að semja þetta í stöff eða? Já, ég sem allt mitt stöff ein og það er gríðarlega erfitt og þetta lag, ég er algjör núbi, það tók mig 3 mánuði og ég er búin að leggja mikla vinnu í það og ég er mjög ánægð að ég hef vunnið. Náttúrulega geggjað að fá að uppskera, þú veist, leggja 3 mánaða vinnu í eitt lag. Já. Og það er bara sigurlagið. Yes. Vel gert. Þetta er eitthvað geggjaður texti. Já. Það er bara þitt umhverfi sem þú ert að skrifa þarna. Já, ég skrifaði þetta lag fyrir Rínoflæði og ég skrifaði þetta í kringum lagið Nas Made You Look sem er eitt nettasta rapplag sögunar. Ég skrifaði bara svona mína reynslu af því að vera unglingur í dag og svo flexa í Norðurland eystra. Já. Það er menning í rappi að flexa hverfin sín og flexa bæinn eða eitthvað þannig. Okay. Og ég kem og rappa heilan landshluta. Þú tekur bara fjórðung landsins og flexar hann fyrir okkur hönd. Já. Sorry, ég er svo vitlaus. Hvað er að flexa? Já, flexa er sem sagt, þú er stoltur af einhverju og ert að tala það og segja góðu hliðar það og bara, já. Ok, flexa. Okay. Bara eins og ef þú ert að flexa hérna. Já, flexu við hana bara. Hún er að hnykla sinn landshluta, Elli. Já, ok.
svo ég bregði Ég bara fyrir mig hérna datt út. fórníslenskunni. Já. Þeir eru svolítið á sem slóðu samt, ég menna að ok, kynhár, þú talar hérna dick pics í textanum. Já. Aha. Og svo ekki, ég las aðeins umfjöllun hérna sýninguna, þú verður veltað fyrir þér hvernig það var að vera listamaður í líkama rockstjörnu. Já, þetta svona it's hard to be an artist in a rockstar body. Akkurat. Það búið að vera svolítið svona setningin, sko. Eða öfugt, it's hard to be a rockstar in an artist body. That's the question. Já, einmitt. En hérna, já, en það svona setning sem filma. Ég náttúrulega, hef síðust 25-6 ár verið svolítið að vinna með eiginlega tvennt. Það annars vega svolítið svona mannin, myndlistamanninn og allt það umhverfi sem maður lendir í, þú veist, söfnin og elítuna og allt þetta og svolítið svona vinna með það. En svo annars vega líka, þú veist, hvað hann gerir, þannig að, þú veist, ferlið, þú veist, hvernig hann býr til verkin, finnst mér oft meira spennandi, eða hvernig ég gerir verkin, meira spennandi heldur en kannski endilega loka niðurstaðan. Þó ég sé oft ánægð með hana, en þá finnst mér ferlið miklu mikilvægara. Já, ég skil, hvað triggerar og svo eins og með þessi kynhár, þá náttúrulega finnst mér, þú veist, það ekki náðu langur tími hér, þú veist, það margar fyndnar sögur í kringu hvernig ég að fá þetta afhent og útskýra þetta fyrir listamönnunum. En það, þú veist, þá þetta í raun og veru sko 50 manna gjörningur, finnst mér. Þú veist, maður sér fyrir sér, þú veist, hvernig fólk að gera þetta, teipa þetta, eitt hár eða fleiri í umslag og einhvern veginn svona, þú veist, þetta ákveðin gjörningur. Það eru 50 manns að bera sig á mjög nettan hátt. Og mér finnst það svolítið, þú veist, þá þetta eitthvað á bak við þessa, í raun og veru, þetta svolítið svona eins og einhver einföld línu teikning bara. En það miklu meira á bak við og það ferli og það það sem ég finnst spennandi. Frábært. Hérna hjartans þakkir og við erum hér með rappstjörnu, listamenn í líkama rappstjörnum. Ekki við hæfi að við fáum að heyra resultati eftir 3 mánaða vinnuna? Ertu til að flytja fyrir okkur sigurlagið? Absolutt. Geggjað. Já, takkið eftir, setjið upp grímur, spritta okkur hendurnar, þessar hérna reymur, röfnum ástönda, postum í mitt, herri nikka saman það, takkir ekki reymið, þetta fokkin Alaska og ég mun takk þetta, shit yfir á næsta plan, fylgdu mér á Instagram, veitu verðu mega fan, ég ískaldan á sama tíma sjó þeir, Cats, 100% self-made, ekki fake eins og rassinn á Kim K, ég mestari, ég Cassius Clay, keep þessu ríf, ég valdi þetta góða líf, rappa góðan stíl, frá Grenivík til Tenerife, lagna alla fram, teg mér aldrei frí, fær 6.000 views, ef ég fyrir sjókví, grjótarða rýmur, fittar eins og snjóflóður, ekki bara góð, ég snar og með mad flow, let's go, hendi í klikka sjó, kemur nýtt blóð, ég næsta kynslóð, go home, Ragga Hólm, og hver Ragga Gísla? Nýtt nafn, já það Ragga Riksjál. Ertu búið því ég mætti að leikst, það getur enginn einn að rappa eins og Ragga Riks, ég svo besta, þú veist það, og ég kem frá Norðurlandi eystra. Ertu búið því ég mætti að leikst, það getur enginn einn að rappa eins og Ragga Riks, ég svo besta, þú veist það, og ég kem frá Norðurlandi eystra, mér liggur svolítið á hjarta, vil samt ekki vera kvarta, skólinn fokkin pirrandi, svotið eins og varta, krakka með kvíða, horfa tíman líða, nokkri með læti, hinir sitja og bíða, strók táum tippi á sér og fá að ríða, kennarinn má ekkert segja, enginn að hlýða, orðið svolítið skrítalust og tippa tala á repeat, finnst það frekar creepy, orðum snappið fyllt á DPs, fjóru út á binn út frá hann að lagta, fríl, held þú eigir eitthvað bátt maður, sorry gaun en ekki sjá á því tippið, orðin drullu þreytta og svo samt kessa shiti, en með markmið, læt mig dreyma, stefni háttir og hrædd við að reyna, skil ykkur hinn öll aftur heima, viltu fett í mín fótspor, þá þarft að læra að reyma. Ertu búið því ég mætti leikst, það getur enginn einn að rappa eins og Ragga Riks, ég svo besta, þú veist það, og ég kem frá Norðurlandi eystra. Ertu búið því ég mætti leikst, það getur enginn einn að rappa eins og Ragga Riks, ég svo besta, þú veist það, og ég kem frá Norðurlandi eystra. Já,
ég flex, en lagsla von som Tesla. Thug life af og ég ekki sem þið hasla. Yo, stay true, stay loyal, þið viti hver þið eru. Takk fyrir trója, ekki reyna að bugga mig, ég eftir lista vloggunni. Tekið allt á hörkunni, fokkar ekki rökkurík. Shown it shit, það enga heppni. Lærða eppi og með vinna þessa keppni. Saman þótt og hattum, ég fíla þess athygli. Viltu sjans, kannski í næsta lífi aumingi. Ég sagði þér í easy, motherfucker. En lít á mig, ég tek lísi, motherfucker. Þarf ekkert beat, slæ í gegn eins og Bruce Lee. Og ég fæ mér stundum músli. Já, í stað rímu að Magga Mix. Myndi nafni bitch, það Ragga Riggs. Geggjað, Ragga Riggs. Ég var að gera eitthvað allt annað en þetta þegar ég var 13. En mér langar til þess að minnast á að það eru 2 aðrar opnanir í listasafninu á morgun. Annars vegar það akureyski listamaðurinn Karl Guðmundsson sem er að opna sína sýningu og sömuleiðis opnun á sýningu á listaverkum frá listasafni ASÍ og þar má sjá fjölmarga af okkar gömlu meisturum. Njótið vel.